Já, komið sælir árendi góðir og verið velkomin í KA TV. Hér heldur betur spennandi leikur að fara af stað. Hér hreinlega allt undir í úrvalsdeild kvenna í blaki. Hreinn úrslitaleikur hjá KA og Álftanesi. Kannski áður við höfum að kíkja hans í liðin og skulum við sjá bara stöðuna í deildinni. Og Birgir sem er með mér, velkomin Birgir. Þetta er mögnuð stað að koma upp. Þetta er sem sé staðan í efri krossinum. Þetta er fyrst skipti sem við erum að prófa þetta, skipta deildin í tvennt. Efri krossinum, 3 lið, KA, Álftanes afturölding. Og þetta er eiginlega alveg draumastað. Við fáum sko ekki bara úrslitaleik, við fáum hreinan úrslitaleik. Já, þetta er bara eiginlega magnað sko. Ég held að við getum ekki beðið eitthvað betra en að hafa þetta svona. Bara að fá einn pjúra úrslitaleik hérna, bara eins og þetta úrslitakeppni. Já, þið sjáu KA-liðið er fyrir ofan á hreinu hlutfalli. Það skiptir engu máli rauninni í dag af því að ef Álftanes vinnur, samkvæmt við 3-2 eða hvað það er, þá fara þær upp fyrir KA og auðvitað með KA ef þær vinna, þá er KA fyrir ofan. Þannig að þetta er eiginlega bara bikarúrslitaleik. Já, það er bara akkurat svo leið sko. Og eins og þetta er 4. leikur liðanna í vetur. KA búið að vinna alla 3 en það hafa verið hörkuleikir, sérstaklega síðastleikur í deildinni sem fór 3-2. Og svona Álftanes, þær eru búin að vera svona stíga heldur betur upp fyrst mér í vetur og þetta verður heldur bara hörkuleikur þó að KA sé búið að vinna leikina til þessa. Já, klálega verður það og svona þetta er Álftanes búin að fá smá bætingu í liði á þessu sem að Luz Medina, fyrirverandi leikmaður KA uppspilari er nú kominn til þeirra og hann er fann að spila með þeim aftur. Það getur rosalega gott fyrir þær. Já, við þekkjum bara hvað innkoma Luz hefur að segja. Hún er stórkostlegur uppspilari og þegar hún er á sínum degi þá eru fáar sem að standa sinni í snúningin. Já, það er bara akkurat svo leiðis og nú fáum við það sem við erum búin að bíða eftir svolítið lengi að Jóna á móti Luz, hvor vinnur. Já, Jóna hefur held ég alltaf verið á móti Luz. Það er öðruvísi típa en hvað er það? Hérna sjáum við lið gestana. Númer 2 Dýrleif Hanna Sigmundsdóttir, númer 6 er Sjóvanna Kolek, númer 8 er Nehira Zahirovic, númer 9 Michelle Treni, 11 Simona Usic, 14 er svo einmitt Medina Luz. Bjóðum hana velkomin aftur í gáðumrið. Númer 15 er Heiðrún Ómarsdóttir, 16 Slatjana Smiljanic, númer 17 er Marisa Punsi og 20 er Auður Líf Benediktsdóttir. Þjálfari svo Egill Þorri Arnarsson. Já. Eins og segi, Álftanes með hörkulið og að fá Luz væntanlega bara fullu gasi inn. Hún er búin að vera einhverju meiðsli við vetur en þetta verður allavega eins og mjög áhugavert að sjá hvernig hún kemur inn í þetta. Ég hef allavega ekki séð hana í vetur. Nei, ekki séð marga leiki með henni í vetur. Hún kom aðeins inn í restina hjá þeim stelpunum. Held hún að spila á móti afturhaldningu til dæmis þegar þær unnu þær síðast. Einmitt. Númer 2, Nera Matea. Númer 3, Helena Kristín Gunnarsdóttir. Númer 4, Patrik Guðjón Olstad. Númer 6, Já, það rennum við lið KA-lið, númer 2 Nera Mateljan, númer 3 Helena Kristín Gunnarsdóttir, númer 4 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir, númer 5 Pála del Olmo Gómez. Pála mætt aftur eftir basspur og hefur heldur við munað af hennar innkoma og er spennt að sjá hann í dag. Númer 6 Gíja Guðnadóttir, fyrirliðin sjálfur, númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir, númer 9 Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir, númer 10 Lovísa Rut Aðarsteinsdóttir, númer 11 Amelía Ír Sigurðardóttir, númer 12 Rakel Hólmgeirsdóttir, númer 13 Valdís Kapitola Þorvaradóttir, númer 15 Annika Snædís Gautadóttir og 16 Auður Pétursdóttir, 18 svo Lilja Rut Kristjánsdóttir og að lokum er að þjálfari Miguel Mateo Castrillo. Já, Birgir, eins og segi, við búum náttúrulega hörkuleik, en eins og KA búið að hafa smá taka þeim. Hvernig spáður þessi dag? Það er erfitt að spá fyrir þessu leik sko. Þetta verður náttúrulega öll pressan er á KA-liðinu núna. KA er bikarmeistari, KA er búin að vera ofar-deildinni, er unnið síðasta leik. Það er öll pressan er á þeim. Já. Nú er bara að sjá hvernig það er höndla þessa pressu og hvað Álftanes
hvað Álftanes ætlar að gera. Já, alltaf eins og ef það eitthvað sem að stelpunum okkar þekkja þá það að spila stóra leiki og að vera undir pressu, þannig ég ætla að vera bjartsýnn í daginn í dag. En það ætla að unnu allt í fyrra og ekki mikla breytingar svo sem svona alltaf með það breytingar sem hafa verið. Stelpunum hafa náð að vinna vel úr því, búin að vinna titilinn, bikartitilinn og verður vonandi deildarmeistarar í dag. En sjáum hvað gerist, þetta fær af stað. Heiða frábær björgunin á Slatsjönu. Jóna á Hrafnhildi og Hrafnhildur Ásta skorar. Já, hvað er auðvelt fyrir KA-liðið þegar við náum þessari góðu vörn okkar. Valdís með þægilega bolta á Jónu og Jóna fljóta að finna Hrafnhildi að miðjunni. Þetta verður rosa erfitt fyrir Álftanes ef við ætlum að spila svona sem að vera 3 sóknarmenn alltaf. Eða 4 jafnvel ef við spilum mikið á afturlínunni. Já, sjáum hérna með Valdísi bjarga þessum bolta og við náum henni yfir. Og þetta er hún fljóta að refsa. Hún Marisa Punzi. Smá miskilningur hérna KA-liðinu með bolta 2 og fyrir ekki verða þægilegt fyrir hana Marisu. Valdís áfram með mjög góða móttöku og þetta er einfalt fyrir Hrafnhildi. Álftanes byrjar allavega, hann virðist alltaf að byrja á miða á Valdísi og mér sýnist hún bara alltaf að taka því fagnandi. Já. Já, ef við þekkja Valdísi rétt þá var hann örugglega fljót að breyta því. Álftanesingar, hún er að byrja leikinn mjög vel. Kemur boltinn á Neru, Nera Mateljan, en fín vörn og kemur afturlýsnum frá Slatsjönu og hvað hér? Þannig að stígið yfir. Steig á línuna. Já. Já, ekki oft sem að segja Slatsjönu stíga feilspor. Gríðarlega öflug blakkona og hann hefði mikið góð að starfa á Húsavík og svo búin að vera góða hluti í Álftanesi líka. Vel gert hjá Valdísi og boltinn er upp á Neru. Nera Matelja með hörkubolta, frábær vörn og gestur, skilja boltan yfir. En sóttinn á KA, kemur Nera aftur, Nera með hörkubolta, en eru þar ná að verjast þessu. En svekkjandi að klúra þessi bolta til fína vörn. Já, það eru búin að verja hérna fullt af boltum en Álftanes sem bara virkilega vel gert og það getur verið erfitt fyrir KA-liðið til dæmis ef Álftanes ætlar að verja svona áfram. Það ætti bara að vera þolinmóður og slá aftur og aftur og aftur. Já, algjörlega. Einhvern tímann kemur að þig og skorar. Það hlýtur að vera. Og reyna að lauma hérna en Heiða búin að lesa þetta allan daginn. Og kemur mér sjálf með banna bolt, hann er út en það var touch. Þannig að Álftanes fær stigið. Það er svona spurning hvernig þetta mun spilast. KA-liðið er að byrja gríðarlegum krafti sóknarlega. Og svona spurning hvort að Álftanes nái að, ef þetta heldur svona áfram, að ná að halda þessari vörn gangandi. Það verður algjörlega nauðsynlegt fyrir þær að hafa vörnina góða í þessum leik, sko, ef það er alltaf eða einhvern séns. Já, hún alltaf heldur áfram að vera góð núna, kemur boltinn á kantinn, lauma, en Jóna búin að lesa þetta. Boltinn er upp á Heiðu, svolítið aftarlega, en gerir vel úr þessu. Sér með þægilega boltar í Jónu, þá er það Valdís með boltan upp á Neru, Nera slæðir hann svolítið hátt en það verðist þessu vel. Og smá bras á móttökunni á kemur Heiða að reyna að lauma, það eru sko 4 mættar í boltan. Og þetta var lauma upp á 10 hjá Michelle þarna. Já, Matti lætur í Valdís aðeins heyra það. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst þessi lauma eiginlega bara algjörlega frábær, rétt yfir hátinn og dettur beint niður. Já, og svo að fá blokkin líka í netið, þannig að það er ekki bara að kenna Valdís þetta. Jæja, áfram góð vörn hjá gestunum og fín hárið á KA-liðinu. Það er í brasi, sitt hann eins og létt yfir, nú er séns á KA, Jóna á Helenu afturlínu og Helena skorar.
taka hana. Og Spilarinn í afturlínu hoppar og fær boltan í sig svona eins og séu blokk. já, KL það stigið. Jæja, Hrafnhildur sá mjög góð móttaka og kemur Michel reynir að lauma aftur en nú það er Hrafnhildur mætt undir. Fín Hávarta Gíu, snúið þetta vörðin, svo kemur Nera Mateljan en Hávartin góð. Tilbaka, þetta er virkilega vel spilað en sjáu Neru eini í Hávartinni, gerir þetta mjög vel. Michel hérna setur henni í netið og KF fær stigið. Það var bara stig. Þetta var alveg öðru stig. Við vonum að leikurinn verði bara svona allan leikinn. Það verði bara baráttu í báða enda, alveg endalaust og fáum frábæra skemmtun. Já, ég sammála því. En hérna sér þess að hvað er mikil styrkur í Hávartinni og KF-liðinu að sko, það var að spila mjög vel í uppspilinu hjá Álftanesi og fengur þetta úrvalsstöðu eina móti Neru. Nera náði að blokka það. En hérna kannski sjáum við af hverju það er oft gott að hafa líberó. Já, hérna hefur kannski Helena mátt taka aðeins meiri ábyrgð og íta Hrafnhildi aðeins til hliðar og taka bara boltan. Já. En það er alltaf erfitt að spila afturlínu með miðju. Og hérna kemur fyrsti ásinn. Michel Treyni með sitt þriðja stig í leiknum. Hún er að byrja miklu krafti. Já, hún hefur nú verið þeirra helst að svona stiga skorri þetta tímabilið. Og Nera háan bolt upp á Heiðu. Heiða setur hann út. Smá bras á móttökunni okkur núna og fyrir vikið, það erum við að lenda í vandræðum. Nú það fannir að verja Heiðu meira. En Heiða með eins og var með fína bolta núna. Kemur Nera Mateljan, frábær vörn hins vegar. Það er ekki hjá henni Simónu. Og kemur Heiða með hittir í boltan ekki alveg næði vel og fyrir vikið kemur Álftanes hérna og jafnametinn í 7-7. Erfið kampið núna hjá okkur. Smá ströggl núna. Og þá skiptir Heiða út í smástund fyrir Pálu til Olmo Gómez. Allt í lagi að hafa leikmann eins og Pálu á bekknum. Já, allt í lagi að geta hendin inn og svona ef maður er í vandræðum. Já, algjörlega. Og, aðjá. Þessi er inni. Það er að segja að Michel er fljót að breyta og ætla ekki að setja boltan á Pálu enda Pála þekktur er frábæra móttakur. Kannski var Valdís aðeins orðin köld þarna að bíða. Já, ég reyndar að sammála Valdís. Ég held að hann væri alltaf að fara út þessi bolti. Já, það kemur Pála en Slatjana vel staðsett, fær boltan tilbaka, setur hann léttan yfir og sjáið þið, Helenu bjargar þessi bolta, komin yfir, sénsinn á gesturinn núna, kemur Slatjana aftur af Hávartinni og út. Og Álftanes er komið með 5 stig í röð, nei fyrir 6 stig í röð. Og þá tekur Matteo leikli. Já, þetta er svona, ég kom bara að segja, bara svona allt í einu þá svona hrundi krafturinn í okkur, eðlilega alltaf er þetta að spila sótt þegar móttakan er svolítið svona farin að gefa eftir. Já, það er það sko. Spurning líka, þú veist, nú þurfum við, móttakan er ekki dróðslega góð í þessu, hún er mjög góðar uppgjafir við sjálf og hérna, þá er spurningin, við þurfum svolítið að treysta á blokkina líka. Við höfum svolítið verið að opna blokkina mikið. Það eru bara 2 sóknarmenn ef við minnum núna frammi og hún á ekki að vera svona opin blokkin hjá okkur þá meðan. Já. Sérstaklega pælir í að við erum mjög háa framlínu núna. Þetta ætti að vera með svona eitthvað betri framlínum sem eru með framlínuna. En sjáum hvort að leiklið býti eitthvað á hana Michel.
Þá myndi ég alltaf ég ætla að vera með einhverja endursýningar, best að byrja því hérna frá. Það verður svo góður leikur, maður ekki bælt í því. Það er enga tími að það. Æja, boltinn aftarlega fyrir Jónu, nær eins og ágætis bolta á Pálu sem setur hann í netið. Við sjáum þetta aftur. Það er smá brasa á móttökunni hjá KA-liðinu og ekki fyrir besti boltinn fyrir Pálu þarna. Þetta er allt annað. Jóna hraðan bolta á Gíu, frábær vörður með Sjell í afturlínunni. Langur bolti sem að Helena fær. Kemur Nera Matelja, Nera blokkuð og það er bjargað þessi stelpunnar. Álftanes þá með bolta á miðri, frábær vörn hjá Valdísi og Gíja Guðnadóttir er að skora hérna. Þetta var alvöru bolti, sjáu hérna vörnina hjá Valdísi. Frábær bolti frá henni og Gíja fljóta refsa. Já. Nera með bolta sem að taka vel á móti, kemur Slatjana sem var langan en Helena búin að lesa þetta. Boltinn það upp á Pálu, Pála í blokkina út. Og sjáum þetta fínt slag hjá Pálu. Þarna stígur Nera á línu, alveg klart mál. Já, komið nær sóknarlínu heldur en endalínunni. Já, það var lítið að segja við þessu, já. Ja, staðan 11-9 og þá klikkar uppgjöfin hjá Dýrleifu. Ekki, já, fyrsta uppgjöfin sem klikkar hjá Álftnesingum. Og kemur Slatjana á kantinum, frábær Hávörð. Gíja algjörlega mögnuð. Sjáum hérna boltinn upp á Slatjönu og Gíja hreinlega étur hana. Þetta eins og áhorfendur að éta pizza frá sprettinum. Allt til alls í KA-milun í dag. Sjáuð þið Pálu til Olmó. Þarna þekkjum við okkar konu, Pála, með fyrsta ásinn á KA-liðinu í dag. Þetta er alveg orðið fleiri hjá henni bara í þessari röð. Kemur boltinn afturlínu, missir setur hann í netið og KA er komið yfir núna. Sjáum hérna smá brasa á móttökunni og Michelle reynir að slá hann á bolta en setur hann í netið. Pála með lúmskar uppgjafir og Gíjan er að fara inn að bolta sem kemur mögnulegum á Jónu. Sjáum hérna fín vörn á Gíju, svo kemur boltinn á Jónu og Jóna sér að það er enginn að pæla neitt í neinu og skorar sem við bara sjá þetta aftur, þetta er svo skemmtilegt. Ekkert betra en góð lauma og sjáum það þær eru. Nei, voru ekki alveg að búast við þessu. Nei. Það er ekki vartan heldur svo fast. Þannig að tíminn stoppaði þarna í smá stund. Já. Jæja, bæði lið búin að taka eitt leiklið núna og
Búin að vera mikla sveiflur núna síkastið. Já, Slatsjana, en Helena vel staðsett, kemur nýra afturlínu og þessi bolti beint á línu. Staða 15-11, smá bras á grafíkinu hjá okkur. Við bara bíðum aðeins róleg. Staðan þessu 15-11 núna fyrir Káa. Komin 6 stig í röð. Og þetta þetta hrikalega vel slegið. Nehira slær þarna línu. Og þetta var hrikalega vel gert. Já, þetta var vel slegið hjá henni. Yfir þegar maður sér einhver verður að slá línu þá ekki sem kraftur í boltan. Þetta var eins og virkilega fastur bolti. Hún hafði fulla trúið þessi var inni sem var rétt hjá henni. Já, þetta er svona kraftminni staða sem hendin aðeins fyrir í. Þú slær línuna þarna. Helena, wow! Hún svarar þessu. Þú slær línu, ég slær línu. Gott að það engin lína á vellinum. Það var þetta að misskilja það. En staða núna 16-12, við vonandi fáum við grafíkina í lag smá. Gía Guðnadóttir fyrir Káa. Fít bolti frá Gíu og meira en það, hún var að sækja Ás. Ása Véli sem Káa-liðið farin í gang. Ása Vélinni komin í gang, já. Já. Sjáum hvað Gía gerir núna. 17-12 staða núna. Það eru 2 í röð. Já, tökum bara grafíkina aðeins út á meðan. En staðan er sem sé 18-12 núna fyrir Káa. Kemur Gía aftur og þetta er 3. Ásin í röð. Hvað er að gerast hér? Þá tekur Egill leikli. Já. Hann er búinn að sjá nóg. Já, ég skil það bara mjög vel. 3 Ásar í röð, þetta sem er ekki oft. Nei. Og ekki að taka neitt af uppgjöfunum Gíu. Þetta voru ekki heldur föstus uppgjöfunir hennar sko, en góða voru það samt. Það fljóta mikið hjá henni og erfitt að taka mótið þeim. Já, við fyndið það er svo margir sem horfa á blaki heim í stofu og bara þetta er nú bara léttur bolti, en það er oft eins og segja, það er flota bolta, allt einhversi pompar að niður og þetta er aðeins flóttaldur bara að kemur bolti á því þú ætti að íta hann upp. Já, og svo er líka svolítið lítið hérna inni, þannig að boltinn svífur rosalega vel og svo dettur hann bara allt í einu. Já. Algjörlega, en jæja, þá spurning fáum við fleiri Ása frá Gíu. Gía Guðnadóttir, fyrirliði Káa, heldur betur að stíga upp núna. En núna náður að verðast þessu, en það er bras á þeim og sleppa með þetta, koma boltan yfir, kemur Helena og missa boltan yfir aftur, en vá, þetta var klaufalegt hjá Káa-liðinu. Hálfpartinn gefið þeim bara þetta stig. Herru, já, þá sýnst mér og Slati hann setur hann út. Þetta er ekki að hjálpa Álftanesliðinu að setja uppgjafir í netið og út og hvað það er. Nei, nákvæmlega. Herru, við erum alltaf að koma með stöðun aftur inn. Staðan núna 20-13, þá er önnur Ása Drottning mætt hérna, Jóna Margrét og þetta var fastur bolti. Það var heppnar hún fór í neti hjá henni. Kemur Helena, hörku bolta, hún er svo frábælega staðsett þarna í vörninni, kemur Helena aftur og nú er það er aldrei svolítið hraður og nálægt hjá Jónu þarna, þannig að Helena reddaði þessu bara. Þetta séu það er brosafrót út í eitt hérna stelpunnar. Já, ef þetta virkar, okkur ekki gera það bara. Já, bara algjörlega og líka bara setja ekki boltan alltaf á líberóin. Það er
erfitt að þurfa alltaf að standa undir því og kemur ásinn frá Jónu Margréti. Ása drottningin kom með fyrsta ásinn sinn. 22-13. Ekki öðgubræð, þá komið annar ás hér. Nei, hann var út núna. Sveif aðeins upp hjá henni. Já, sveif með þá. Sveif með þá. En við höldum áfram, 22-14, staðan er orðin góð hér í fyrstu hreinu. Það kemur Helena og ná að bjarga þessu smá brasa á þeim. Við þurfum að nýta okkur það. Boltinn á miðjuna og vel varið. Já. Æja, kemur boltinn upp á Helenu. Helena laumar, það er mættar undir. Smá brasa eins og það er á þeim. Og Káa fær stíið. Já, hún virtist að vera búin að lesa þetta bolta hárrétt en missir hann til hliðar. Þá er spurningin Birgir, viljum við að Álftanes ná að minnka þetta aðeins þannig að það er ofta erfitt að fylgja eftir stórum sigrum? Já, ég veit það ekki sko, en það er kannski, eins og segist, það er kannski mikill munur núna, en þetta er samt búið að vera járn í járn leikur alveg. Það er bara, í þessari hreinu datt boltinn, þú veist, hinum megin en ekki okkar megin. Það var bara Svolítið munum það ekki rosalega þessar Ása hrinur sem við náðum hann áðan, svona einföld stig í rauninni. Þetta var áhugaverð uppgjöf. Það var náttúrulega aldrei að lenda held ég. Nei, þú er líka sko bara eins uttalega inn á því svæði sem við ætlum að spila í dag. Og gæt, hún var alveg upp við nýta allavega völlinn. Já. Þessi rinni, við erum í bullandi vandræði með það. 2 ásar í röð núna. Og Álftanes er að færa sig aðeins nær okkur aftur. Það er lítið sem maður getur sagt þegar boltinn lendir á línunni. Já, já. Þetta er eins og allt annað. Og kemur Pála til Olmo. Ho, ho, ho. Vel gert hjá Pálu. Góð móttaka hjá Valdísi og eins og svo oft áður góðu bolti frá Jónu. Þetta orðið náttúrulega svakaleg vél þetta Káa-lið. Já, þú spurði mig áðan sko, hvernig leikurinn myndi fara. Ef maður myndi lesa pappírinn og hugsa maður Káa ætti að vinna þennan leik. En það er bara ekki svoleiðis. Álftanes er náttúrulega svo rosalega seigt lið að það stoppa ekkert sko. Nei. Það er bara, eins og segið, það spila rosa mikið á blokk og vörn og annað kom vörnin og blokkin segir og þú veist, þannig að þetta er bara erfitt. Káa-stjarnan þurfa að halda haus út allan leikinn. Já. Algjörlega, en svolítið fyndið og perrir í því að Álftanes hefur tapað 4 leikjum í vetur. Það er að segja sko 3 í deild og 1 í bikar og 3 af þeim á móti Káa. Þú veist, í rauninni hvað er búin ótrúlega stöðugar í vetur fyrir utan leikina á móti Káa. Það er spurning hvort það náði að yfirstíga þessa hindrun í dag eins og það er og þær eru að halda sér á lífi hérna. Nú er 24-19. Þetta er það sem þú vildi fá áðan. Það er jafnari hrinnu. Já, eins og það er svo oft sem að þú vinnur stórt og þá er erfitt næst að hrinna. Þannig að það er að gera bara að koma í veg fyrir að vinna stórt. Mikilvæg og önnur hrinnan. Jóna á Gíu og Gía er að klára þetta. 25-19 sigur Káa í fyrstu hrinnu. Tölfræðin klikkaði aðeins hjá okkur. En setjum bara stigur sem vandar, setjum bara á Valdísi. Já, já. Gefum henni öll þau stig. Ef það er einhver sem á kannski skili að fá fleiri stig á blað, þá er það Valdís. Við getum allavega gefið henni stigið fyrir hennar hrikalegu vörnina sem hún átti að náðan. Hún má eiga það stig, alveg sjálf. Algjörlega, og þá er það sko hrikalega sem jákvætt. Já, sem jákvætt. Hún var ekki hrikalega léleg, sko. Ég hugsaði fyrst bara, við byttum nú að gefa henni stig fyrir og hvaða vörn á svo hrikalega hjá henni, já. Og hrikalega flott. Já. Já, ég segi, vonandi þá náum við að rífa tölfræðina, eða
aðeins í gangi hjá okkur aftur. Það var smá bilun í kerfinu sem að hýsir grafíking hjá okkur. En Birkir, eins og segja, ef við rýnum aðeins í þessa fyrstu rinnu, bara stál í stál, bæði lið áttu flotta spretti, svona heilt yfir kannski Káa aðeins stabíla. Já, það er náttúrulega, hvað þetta eru 6 stig sem þetta endaði á? Hvað ætla, það hefði verið 6 ásar sem að Káa gerði það? Eitthvað svo leiðis? Já. Gíja 3 eða 4 röð, Jóna þarna 1 og... Pála með 1 líka, já. Álftanes með 2 ásar ekki, 2 eða 3. Þetta verður á 3. Það voru með 1 til að snemma svo náðum 2 röð þegar við varum að taka alveg út í endarínu. Já. Æjuna, 3 ásar til að frá það munar, það eru bara 3 ódýr stig sem færur henni. Já. En annars bara mjög jafn leikur sko. Munurinn kannski að Káa hefur meiri sóknarbreytt heldur en þær í Álftanes að hafa. Álftanes stóla rosalega mikið á hana við Sjell að skora mikið. Og ef það er alltaf að vinna leikinn þá þarf að treysta það að hún skori rosa mikið og eigi rosa góðan dag. Sem hún er búin að vera að gera. Hún er búin að skora fínt og búin að hafa mjög fínan dag. En þá þurfa þær að fá hina líka aðeins inn að hjálpa henni. Slati hana, það þarf að treysta það að hún geti fengið eitthvað stig, 1, 2, 3 stig, eitthvað blokk út og eitthvað svona sem hún gerir mjög vel. Einmitt. Og hvað, Slatjana var að spila sem líbero fyrr í vetur en hún er komin aftur í þessa sóknarstöðu sína. Það verður svona áhugavert að sjá hvort hún náði að halda út allan leikinn sem svona öflugur sóknarmaður þegar þið séð. Það þurfa á því að halda. Já, klárlega sko. Það þurfa mjög mikið á því að halda að fá Slatiðun inn, Nera þarf að fá eitthvað stig hann líka og miðurnar þarf að ná sínum blokkstigum. Já. Breytir að Káa, Heiða kannski byrjaði aðeins smá ströggla á henni. Þá bara skiptu bara Pálu inn. Já, það er mikil breytt sem þær hafa hérna og ef ein miðjan hjá Káa gengur illa þá eigum við Lovísu líka á bekknum og við getum hent Amilíu inn til að guðspilið og það er bara mikil breytt. Já, það er bara algjörlega þannig. Jóna upp á Neru eins og svolítið aftarlega. Kemur lauma, þetta var lauma í lagi. Sjáum við aftur hérna Simona Usic með stórkostlega laumu. Ekki oft sem að sé laumu svona langt frá neti líka. Nei, býst enginn við því eitthvað laumi hérna, henni var alla búin að bakka. Og Pála bjargar þessu bolta og það er Jónas sem setur hann yfir, Sensinn hjá áttæðarsinnuna. Og Einar hérna frá Dýrleifi en Káli verst þessu, kemur Helena, hörku boltir á Helenu og hún er að skora. Sjáum hérna fín vörn á Káaliðinu og Helena svo bara með flottan bolta sem setur alveg út í horn. Erfitt fyrir kantinn með það aftast í afturlínunni að heiða þennan bolta. Kemur Helena, boltinn þetta skoppar á netinu og þeir ná að bjarga honum. Aftur séðan sem Káa og hörku boltur á Hrafnhildi, frábær vörn eins og hjá Statsjönu og aftur að Hrafnhildur og Húðastóra. Já. Ef að helvítis netið hefði gjörð fyrir þá þannig að vera jafnfast. Já. En ég er ánægð með Jónu líka, þið boltan beint á Hrafnhildi vissi það bara ok. Það var bara frábær vörn, nú mun Hrafnhildur skora í seinna. Michelle blokkuð, frábær blokk. Nú gengur allt upp í Káa. Sjáum við aftur hérna. Frábærlega gert hjá Neru. Það er að stýra boltan beint inn á völlinn aftur. Og klikkar uppgjöfum hjá Helenu. Eins og tölfræðin ekki alveg rétt hjá okkur, þannig að ekki taka henni of alvarlega stígurum hjá okkur. Datt hérna út í smá stund hjá okkur því miður, hýsingaraðalinn. Aldrei neitt okkar að kenna. Jóna upp á Neru, Nera frábær, Hávar Dýrleif, Hanna. Sjáum við hérna
Frábær Hávörn og þá búið að núlla út blokkina hjá Nero áðan. Ef við erum að tala um hefna sín. Já. Kemur Pála til Olmo, erfiður bolti fyrir hana, nú næra halda hann á lífi, kemur Nera Mateljan hinum megin, slæðir línu, eins og mjög góð vörn. Og Valdís nær ekki að stýra sem alltaf upp í loft. Sjáum við þetta fín vörn hjá Álftnesingum og svo kemur hérna krefandi bolti. Svo að Valdís að stíga skrifið inn á völlinn og hann erfiður leikur með hennar bolta. Ó, þessi er farin út. Vel kallað hjá Valdísi greinilega. Sjáum þetta að Helena við það að fara að taka boltan en hætti við á síðustu stundu. Kattundur hörku bolta, ná að gera vel úr þessu og Pála nær ekki í þessum uppáttur. Sex, 4 fyrir gestina hér í annar hreinu. Já, þetta er góð móttaka, kemur Gíja með hörku bolta. Við erum mikið að nota miðjutar í dag. Já, ég held að það sé bara sniðugt sko. Sennilega veikasti hlekkurinn hjá Álftanesi náttúrulega örugglega miðjurnar. Þannig að það er bara mjög gott ef það geta náðu góðum boltum fram í netið og spila bara miðjurnar aftur og Já. Þessi uppgjöf hins vegar frá Neru ekki alveg nægilega góð, hún svona hitt hann illa. Dýrleif Hanna fyrir gestina, setur hann út hins vegar. Staðan núna 6-7. Sjá það að gæslan í lagi á húsinu. Það eru fleiri gæslumenn heldur en áhorfendur greinilega. Pála. Og svo kemur boltinn á Helenu og Helena slær hann frábærlega af hátinu niður. Eins og segir, það er svo mikið breidd í sóttalínunni hjá okkur. Já, þarna í þessari stöðu þarna hafði Jóna rauninni, hún hefði 4 kosti, hún hefði miðjuna, kantinn, díóin og svo kantinn í afturlínu líka. Já. Það gat bara valið. Og sjá inni Pálu til Olmo. Sækir hérna magnaðan ás. Kemur hérna, þá er Pála komið 2 ása. Algjörlega mögnuð Pála del Olmo Gómez. Hún er þess að náður að verðast þessu. Hörkubolti sem Pála verst. Boltin hér upp á Helenu. Helena slæðir hann fastan hérna innanvert en Slatjana þar að verðast þessu. Og þá er það Jóna. Setur hann á Helenu aftur. Helena eins og mjög góð vörn hjá gestunum núna. Og þessi er enn á lífi. Það er að bjarga þessu. Hvar endar þessi bolti? Það kemur Jóna með magnaðan bolta. Þú glemdir að segja á hann, svo getur Jóna bara gert það sjálf líka. Já, svo getur hún gert það sjálf líka. Það er 5 sóknarmenn. Já. Þetta var svona með fastara laumum sem það við séð. Já, þetta var mjög góð lauma þarna. Þessi er úti og Káa er komið með 5 stig í röð. Virkilega flottur kappi núna. Þetta virðist ætla að vera svona í dag, svolítið sveiflur fram og tilbaka. Þetta er bara hver er með betri uppgjöf Slatjana hérna og sjáu þið vörðina Pálu til Olmo og Valdís kemur hún yfir, aftur séns á gestunum, kemur Slatjana aftur, setur hún í háutinu út.
Sjáu þess að vörn hjá Pálu en Zlatjana fara bara boltan aftur og skorar í seinna skipti. Ég verð engan áhuga að Pálu að fá sensinn á að berga aftur. En eins og ég segi alltaf bara að fá Pálu aftur inn í liðið alltaf hefur helling að segja. Já, klárlega. Klárlega, hún náttúrulega feikna góði leikmaður og já, þarna kom reynslan. Já. Zlatjana skora aftur núna en eins og ég segi alltaf bara Pála var alltaf ólétt í vetur og eignaðist barnið maður rétt 18. janúar. Þannig að það eru rétt 2 mánuðir núna frá því að hún eignaðist barn. Enga síður þá er hún komin að fullt aftur. Hvað gerist núna? Ekki oft maður heyrir ensku tala jafn hratt á spænsku hjá Matteo. Matteo fær þetta guldspjald og Gía biður hann að róa sig. Já. Jæja, Álftanes fær stíið, Káa með ranga uppstillingum sem að Matteo ekki beint saman að. Nei. En hann talaði svo hratt, ég skildi ekki orðað sem hann sagði. Nei, eiginlega ekki. Reynir Jón að lauma en setur hann í netið. Sjáum þetta eftir hérna. Ekki galið hjá Jónu en það er svona aðeins fattar að lesa í að Jóna sé að lauma svolítið en það voru aðeins fattar að koma sér í stöðu fyrir þetta. Það getur verið gott líka, þá er kannski auðveldara fyrir það aðra að skora í kjölfarið. Já, klárlega, ef það var farin að einbeita svo mikið á Jónu, þá náttúrulega Áni getur notað kantana meira og þeir þetta að vera meira fríir. Já. Já, einhver reikistefni í gangi, eins og segið, það er sveiflu fram og tilbaka, nú er komið 4 stig í rauð hjá gestunum, eftir að Káa hafi snúið sér sér í vil. Þetta ætlar að verða alvöru leikur, rétt eins og heldur bara alla dreymdum, það er algjörlega frábært að það fyrsta ár sem við prófum þetta nýja system að vera svo sem með efri og neðri cross í deildinni, að við fáum bara eins hreinan úrslitaleik og getur verið titilinn. Já, klárlega, þetta virkar mjög vel allavega að gera það í kvennamegin. Já, það var aðeins erfiðar að kalla megin, þess að Hamar var bara mikla yfirbyrð allt tímabilið og þannig að það er svo sem eðlilegt. Bara svipaði sá með fótboltanum í sumar og þetta var búið eftir 2 leiki í úrslitakeppninni eða eitthvað þarna í þeim. Einmitt, en náttúrulega ef það hefði ekki verið þessi efri kross, þá hefði Breiðablik verið búið að klára titilinn í fótboltanum sko fyrir mörgum umferðir síðan. Þannig að ég er ánægður með Blackið að prófa þetta og ég held að allavega efri kross megin þá er þetta að mér finnst vera að svínvirka. Já, klárlega og vonandi halda þið bara áfram eitthvað að vinna með þetta. Það átti náttúrulega að vera fyrst 2 umferð held ég. Já. Bæði efri og neðri en svo bara að breyta því eða því annars hefur verið sannlega fram í ágúst að spila. Hérna flottur bolti frá Helenu. Reyndar held ég að það var reynda margir sem var til í bara í meira flak. Sjáum hérna Helena vel slegið á henni að vanda og hennar, nei, ekki segja hennar 4. stigi því hún er búin að skora meira. Ég segi tölfræðan er ekki alveg rétt hjá okkur eftir að hún datt hann út tíma. Kemur Gía. Og það er verið þessu vel, Zlatjana situr hann uttalega og er að skora gott stig. Já, mér finnst Zlatjana að stíga mikið upp núna í annar rinnu. Já, hún er bara að gera nákvæmlega eins og við töluðum hérna milli rinna á það, þannig að hún er að sækja þessi stig sem hún á að vera að sækja, þetta slá í blokkinu út og vera skynsöm. Já. Hún er ekki að fara að hamra á boltann innan 3 metra línuna, hún þarf bara að vera skynsöm. Já. Helena setur henni yfir, nú er séns hjá gestur með aftur og Hávardinn hjá
Helenu en boltinn deyr í höndunum á henni. 13-11 núna fyrir gestina og þeir eru svona í smá vandræðum með að lesa núna sóttan uppbygginguna hjá þeim. Zlatan ítur honum uttalega, hann var eins og þau dottið inn, hann var rétt hjá Pála að taka hann. Og hvar endar þessi bolti? Sjáu þið Helenu með alvöru tilraun til að bjarga og Jó Aldís í kjölfarið en það var erfitt. Spurning hvort að Valdís átti alveg að reyna við hjólhjóðspyrnuna þarna. Já, ég enda svo sem skil hann alveg þegar það tek ekki ómikla sensa við þessi skilti. Vonandi náðu við að skipta þeim út fyrir LED-skilti sem allra fyrst. Það er að lenda þeim heldur en þessum játskiltum. En ég er hins vegar full að trúa því að Valdís er mjög góð í hjólhjóðspyrnum. Já, ég varst það ekkert. Men allavega systir hennar gríðarlega öflug í fótboltanum og hlýtur að vera að séu einhverjir fótboltahæfingar líka hjá Valdísi. Já, Valdís vil meina að hún kann allt sem Freyja kunni allt sem hún kendi henni sko. Já. Út af því. Reyndi kannski ekki að trúa því alveg en sjáum til. En já, 14-11 fyrir Álftanesi hér í annar hreinu og Zlatan Smiljanic að koma hérna með fína bolta sem að Valdís sér við. Kemur langur bolti en Pála vel vakandi, kemur þá Helena hinum megin, Helena með hörkubolta. Þetta var hins vegar góð björgun með gestunum en setja boltan svo út í kjölfarið. Sjáum hérna, þetta er þetta frábær björgun hjá líberónum en boltinn út í kjölfarið. Kemur Jóna, setur eins og í netið. Ná kemur Jóhanna líberó Álftesinga út í smástund. Svo hún er búin að eiga mjög flottan leik. Það er búin að meða mikið á hann, við erum mikið að sækja á hana. Þannig að Helena skilur boltan yfir. Síðan sjá gestunum. Já. Og Nera Netakáli. Neta Michelle hérna en ekki á. Já, hann breytir þessu. Hann hlaut að vera. Já, við sjáum þetta mjög skipt í endursýningunni. Michelle endar henni í netinu og reynir að bjarga honum hann. Já, og meira þess að setja hendurinn upp til þess að biðjast afsökunar. Þannig að, já. 15-13, það er það gott að menn löguðu þetta. Michelle setur hann frábærlega uttalega í gólfið. Mjög skemmtilega ólíkar á kantinum Michelle og Zlatan. Já, Michelle hefur hæðinn og stökkkraftin í það að slá inn fyrir 3 metra línuna. Já. Þetta var alvöru bolti en spurning hvað er dæma núna. Sjáum hérna boltan aftur, Hrafnhildur slær hana krafti. Nei, mér sýnst hún ekki verið netið. Þeir voru held ég eitthvað að benda á net. Sló svo fasta og bara vindur. Já. Nei, bara hörkustig, 14-16 núna. Kemur Michelle. Frábær blokk hjá Gíu. Já. Sjáum þetta aftur hérna. Frábær vörn hérna. Ég ætla að sýndist það vera Gíja. Hún var svo mikið að leita boltanum, ég er ekki viss hvort hún var að fagna eða ekki. En 15-16 kemur boltinn á Michelle, hérna aftur frábær háti Gíu. Og Jónas setur þá Pálu, Pála skorar. Þarna þekkjum við þær.
Heldur betur frábær Hávar, Gíja setur sér boltan upp á Jónu og Jóna á Pálu og Pála eins og það er bara svo geggjað að sjá Pálu aftur á fullum krafti. Já, krafturinn allur að koma hjá henni aftur. Hún verður lokaúrslitakeppni, verður hún farin að slá eins og hún var að gera áður. Já, en það verður snjórinn farinn og grasið grænt. Já. En já, Káa búið að jafna í 16-16 og þetta er allt annað þessi aftur því miður þá var bilun hérna í hýsingaræðlunum sem að hýsir tölfræðan okkar. Þess vegna er tölfræðan ekki alveg eins og þau eru í vönninni. En við gerum okkar besta hér í Káa TV að redda því. En 16-16 hér í annar hreinu, hörku spenna. Álftanes þarf helst að taka þessa hreinu. Hérna mittinn aftur, erfitt að tunnel undir. Frábær blokk hjá Neru Mateljan. Neru Mateljan, á maður að segja. Sjáum hérna frábær blokk hjá henni. Hún er smá heppnisnimpill yfir þessi hjá henni, hún var nú lögð af stað eitthvað allt annað. Já, hún bara skóaði bara út höndunum hérna og því líkar uppgjafi, herðu, já. Þetta er mók. 5 stig í röð Káa núna. Frábær stemning í húsinu. Kemur Hallur Ásta. Setur hann eins og í netið. Já, hún var búin að gera vel samt. Já. Skiptingargestunum þá er Auður Líf komin inn á. Örugglega í fyrsta skipti sem hún kemur inn á í þessum leik. Nei, hún kom líka í hreinu undan. Já, ok, ég mista því. Jæja, kemur Nera, en Hávardin góð. Og Slatjana blokkuð, en fljóta bregðast við. Og Auður reyna að lauma, en Gíja mætt undir. Það kemur Pála til Olmo. Blokkuð út og Pála er að skora. Frábært rally hérna. Og Pála að vanda að skora gott stig. Þá er skipting hjá Káa-liðinu. Amelía Ír mætt inn og saman með Heiðu. Heiða komin aftur. Það er hann gott klapp á rassi frá systur sinni. Og Amelía fer í uppgjöfuna. Enn einn stelpa sem við erum með sem getur skorað á uppgjöfum. Já, það vantar ekkert hjá okkur sko. Nei, heldur betur. Kemur Amelía, en verðast þessu vel. Kemur Slatjana er hennar bolta upp á 10. Frábæra slegið hjá henni alveg út í horn. Já, þetta var vel slegið. Ég sá ekki að væri gat á blokkinu alltaf meðfram. Nei, það er það sama hér sko. Ég held hann að fyrir út fyrir andunum fyrst og hún sló. En ég segi alltaf, ef einhver er góð að lesa leikinn þá er það Slatjana Smiljanic. Heiða upp á systur sína sem setur hann yfir. Nú er sénsinn aftur á gestunum. Og kemur Slatjana að reyna að lauma. Amelía tekur hann. Enda boltinn á Heiðu. Heiða hörku boltinn. Sáu vörnina hjá Slatjunu. Þá fær Amelía loksins að taka uppspil. Og þessi bolti er farast hjá Helinu. Kemur Pála og sáuðu þennan bolta. Fer fram hjá einhverjum 3 eða 4 áltlýsingum áður en fer í gólfið. Vel gert líka á Amelíu og setur boltan aftur í sig á Pálu. Þetta er oftalega lúmst erfið stað að koma inn í uppspilararstöðuna bara svona allt í einu og bara köld. Já, mjög og... Já, byttu nú við.
Nei, Gía fyrir netið. Já, sjáum það hvort það sé rétt. Hún allavega viðurkenna það. Já, það hefur verið hún hefur fyrir rétt farið í strenginn. Hann var ekki mikið hreyfing á netinu. 2019. Þetta er galopið hér. Pála upp á Helenu. Helena blokkuð og Heiða eins að berga þessu kemur Gía. Sittur hérna en fín vörn á Auði. Kemur Heiða með hörkubolta en fín vörn bæði í hárninu og afturlínunni. Og hvað nú? Aftur net. Þetta þurfum við að sjá aftur. Það er aftur þá mjög lítið frá Gíu. Sigurbjörn er með Arnarsjón, hann sér allt. Fín hávörn hjá Álftnesingur. Nú kemur Helena aftur. Helena setur hann á netinu og það er frábær tilraun hjá Álftnesingum. En það ná ekki að berga þessu og Helena skorar. Sjáum við boltan aftur á Helenu. Hetjuleg tilraun hjá gestunum. En endar í gólfinu og Helena er að koma að káa í 21-20. Það er rosalega erfitt fyrir Álftnesingur að enda 2-0 undir. Mikið fyrir káa að halda þessari stöðu. Góð uppgjöf. Kemur Slatjana en Gía frábær hann í afturlínunni. Og Missile í afturlínu en fín hávörn á Hrafnhildi og svo enda boltinn aftur hjá henni en hún hittir ekki boltan. Sjáum þetta aftur. Kemur þessi afturlínu bolti hérna. Hvað er eitthvað bróður í þessu húsi eða? Koma! Já, maður reyna að kveikja aðeins stemningin í húsinu. 21-21. Aldís, fítbolti, Amelia upp á Heiðu, Heiða blokkuð. Frábæra gert hjá Helenu eins og halda þessu gangandi. Helena kemur boltan yfir. Og Michelle, fítbolti en Aldís verstasti og hvað? Enn og aftur! Ég verið að dæma á káaliðið. Býttu nú við. Ég sé þetta ekki þarna. Við vissulega erum ekki með stærsta skjáinn en þetta er allavega ekki mikið. Fín hávörn gesturinn. Nú þurfum við að finna lausnir. Kemur Heiða með hörkubolta. Hávörn tekur þetta enn og aftur. Hávörn frábæra gesturinn núna. Þá kemur þetta frábær hávörn káa. Ekkert net núna. Heiða og Hrafnhildur mynduðu heimilega vegg þarna. Þá er Jóna Margrét komin aftur inn ásamt Pálu. 22 spennan er í algleymingi hér. Jæja, Jóna Margrét Arnarsdóttir. Hún er að skora Ása sjálfsögðu. Annar ásinn hjá Jónu í leiknum. Ég ætla að fullyrða að þeir verða fleiri. Svo horfur henni áttina á Matti og glottir bara. Já, 23-22, þá tekur við Álftanes leikhlé. Þetta eru mjög mikilvæg nú næstu stig og sérstaklega fyrir Álftnesinga. Já, heldur betur. Gífurlega erfitt að vera 2-0 undir og það er allt undir. Titillinn er undir og bara algjörlega, en svona sama tíma það verður að spila rosalega vel núna síðustu stig og við erum í bölvu vandrar með að koma boltan fram í hávörðinu þeirra. Þannig að það vandrar ekkert mikið upp á að ná að snúa þessu sér í vil. Nei, klálega ekki og eins og höttulegum aðan að það er bara þurfa að vera þolum að káa stelpunar. Þetta er bara erfitt, það er bara að spila í blokkinn, að taka hann aftur og aftur og aftur og aftur. Þá myndast einhver tíma pláss einhver staðar, þá lætur við aða. Algjörlega. Æja, Jóna Margrét Arnarsdóttir, hörkubolti og það missa hann yfir en sjáu þið kraftinn.
þetta gerði hún Simona Usic mjög vel. Sjáum hérna fljóta að redda þessi bolta þegar við vorum að missa boltan yfir. Og Simona sér til þess að það er 23 núna. Þá er skipting af gestunum. Dýrleif Hanna er að koma aftur inn. Og Luz Medina. Já, Luz Medina og hún fer beint í uppgjafinnar og við veitum það að hún getur skorað Ása. Jæja, Luz, hennar fyrsta innkoma, hörku bolti en fín vörn af KL kemur. Nera Mateljan, erfið bolti fyrir Neru og Álftanes fær stigið. Sjáum hérna, eins og hörku bolti frá Luz en fín móttaka hjá okkur en boltinn upp á Neru erfiður og Álftanes er búið að snúa þessu strax hér í vil. Já, spurning hvort hann geti ekki krafist aðeins meira af Neru hann í þessu bolta. Hún langt í burtu frá henni þegar Jónas spila honum upp. Hún hefur tíma til að koma sér undir boltan og laga stöðuna. Já. Og annarkvort að ýta honum blokkinn inn á völlin eða út eða eitthvað bara. Já, ég er alveg sammálaðið mér. Of ofta leikmenn reyna að gera eitthvað úr boltum þegar hún appar reyna eða bara ýta honum yfir. Já. En vissulega auðvitað að segja það með upp í blaðamannastöku. Já, mjög auðvelt hérna uppi sko. Og eins og ég lípur á í þriðdeild að maður er aldrei í þessari stöðu sko. Nei, maður reynir bara að kenna öðrum hvernig á að gera hlutina. Já. Svo er lípur á. Og þægilegt. Já. Tekur enga ábyrgð. Það er reyndar ábyrgðin af móttökunni. Já. Jæja, þetta er upp á Helenu. Helena með hörkubolta, Hávardin er ennþá mjög góð. Luz, velur Michelle er að klára þetta fyrir Álftanesinga og þær eru búin að jafna metin hér í 1-1. Sjáum hérna frábær Hávard að vanda. Kemur Luz á Michelle af netinu og erfitt fyrir Valdísi að lesa boltan, hann skoppar á netinu og staðan orðin 1-1. Eins og það sveipast fram og tilbaka. KL-liðið var svona að þið virtist með svona fínt taka á þessu en eins og ég segi, Álftanes þær gerast ekki upp eðlilega og krúsar fyrir þær að ná þessari annar hreinu og þær gera það. Já, og nú er bara það er bara 1-1, það er bara jafnt á öllum tölum og bara duga það drepast. Nú er bara KA að koma brjálaða tilbaka inn í þennan leik og það verður bara að fara full og ferð inn í þessa rinnu. Nú hafa þær ekkert, nú hafa enga tíma til að slaka á. Já, það er bara algjörlega þannig. Og já, eins og segir, KA-liðið ætti að þekkja mjög vel að vera í þessum erfiðu leikjum og svona ég þekki ekki alveg hjá Álftanesi hversu margar er að hafa reynslu af því að vera að keppa titla. Það vissi náttúrulega það Luz sem er væntanlega að koma meira inn í næstu rinnu. Hún var náttúrulega allt sem hægt að vinna með KA hér árið og svo vann hún líka allavega Íslandsmeistaratitilinn með afturhendingu. Já, og svo nú Michelle náttúrulega var í HK og svona áður og spilaði marga úrslitaleiki þar og þær hafa bara, margar hafa reynslu þarna sko. Zlatan náttúrulega hefur sína reynslu, áratuga reynslu, bæði hér og erlendis og þannig að það vantar ekkert reynsluna held ég hérna hjá þeim. Nei. Já, en að sjá við tímalununa í hrinnu 2, þetta var alveg mögnu hrinna. Það munaði aldrei meira heldur en eitthvað 3 stigum á liðunum og jafnt á ansi mörgum tölum. Þannig að bara vonandi verður þetta meira svona og alveg klárt mál að við viljum fá bara jafnan flottan leik að því ég segi. Þetta bara að jafnast fátt á við góðan blagleik. Nei, alveg góður blagleikur, 5 hrinnu leikur, 4 hrinnu leikur, hvað sem það er fátt sem er skemmtilegra en það. Algjörlega. Eins og KA-lið, þær urðu, deildarmeistarar 2005 ef maður rétt.
Það var eini titill kvennamegin KM í mörg ár. Við unnum þrefalt 2019. Við unnum líka þrefalt í fyrra og urðum deildarmeistarar 2020 líka. Þannig að við höfum orðið deildarmeistarar 4 sinnum kvennamegin og viljum ná þeim 5. hér í dag. Álftanes svo sem ekki voru lengi að sem Álftanes í bakinu. Þannig að þekki það ekki að þær hafi unnið titilinn áður. En náttúrulega þetta svo sem Leifar af Stjörnunni og Stjarnan var nú alltaf klálega titla hér á árum áður. Já, klárlega. Þetta er ekki, þetta er ekki ungir Álftanesingar í þessu liði, þannig að þeir eru bara búin að sækja sér leikmenn frá ýmsum liðum. Já. Bara eins og gengur að gerist, en við erum hér klár í þriðju hrinnu. Fyrsti bolti út og KA fær þegar með fyrsta stigið. Nei, fyrir ekki, hann var inni. Ég var aðeins að pæla í tölfræðinni hjá okkur. Fín Hávarð að vanda hjá Álftanesingum og Michelle ekki með hettana með sér þarna. Eins og svo ofta áður góð hugsun, en næri ekki alveg að klára þetta. Boltinn dettur þarna tilbaka af netinu. Sjáum þetta aftur. Sjáum við að Helena Helena er þetta langt frá. Það hefur örugglega ekki náð þessu bolta en þetta dottið yfir. Fín Hávarð á Helenu og þær í brasi. Þessi eins og það er löglega yfir. Kemur Heiða en Hávarðin góð hjá Michelle. Boltinn erfiður á Michelle hérna og hún gerir þess að frábæla úr þessu. Það er ekki alltaf að vera fast. Það er ekki alltaf að vera fast. Mjög skeinsamlega slegið á henni. Segja KA er búið að gera breytingu og Heiða hefur byrjað þessa hreinu í staðinn fyrir Neru. Já. Til Díó. Já, það er svona Nera byrjaði krafti síðan dróða aðeins af henni en ég held að sé allt í lagi að prófa þetta. Klárlega. Heiða. Já. Frábær vörn. Þessi eins og í netið. Sjáum þetta boltinn upp á Heiðu. Vörn og aðvalingar eru mjög góður hjá Álftanesingum en þessi bolti eins og var í netið og KA fær það með stigið 2-2 hér í þriðju hrinnu. Helena Slatjana með smá brasa móttöku en setur hann svo yfir sjálf. Jóna setur hann að Heiða ítir hann bara. Já, skynsamt. Þetta er nákvæmlega að tala um þetta. Þarf ekki alltaf að vera fast, Gusti. Stýrðu bara boltan í hornið og skoraði. Frábælega útfall fyrir Heiðu. Og reyna að lauma og bjarga þessu stelpurnar. Eða hvað? Hérna sjáum við þetta aftur. Flott lauma og erfitt að sjá það. Það er allavega hann kvörtuð ekki þegar hann denda hann inni eða í gólfið. Það er yfirleitt merki þess að það hefur verið í gólfinu. Já. Staðan 3-3. Aldís með góða móttöku og það er svo lár. Það spila úr þessu. Já, þá bara svara allt gestinni með það sama. Íta boltan bara í hornið og sést ekki alveg á myndunum en þessi bolti var algjörlega frábær og Michelle alveg út í horn. Kemur Pála en góð vörn að vanda. Michelle hérna blokkuð og kemur boltinn upp á Pálu. Pála með hörkuboltan. Slatjana verst en það er engin klár í bolta 2. Smá samskiptaleysi þarna hjá Álftanesingum. Já, svo þetta aftur hérna hörkubolti. Ég fatt ekki alveg Slatjana byrst afsökunar. Veit ekki alveg hvað hún er að gera betur þarna.
Já, það oft talað að fullkomið vörn ekki alltaf bolti sem lendir á netstrengnum. Nei, vissulega, en þetta var svona ekki þærasti bolti þess að eiga við sem hún þurfti að reyna yfir loftið þarna. Hún setur mikla pressu á sig. Já. Hún á að gera betur. Sjáum hérna þessi bolti ekki galin hugsun en setur hann út. Það ser eins og var út frá Hrafnhildi og staðan núna jafnt 5-5. Já, þetta ætlar að vera áfram stál í stál. Já, vel gert hjá Valdísi þarna. Já. Það reyðst þess að fá Gíu. Ó, sjáu þið Pálu til Hólmó. Pála með frábæra blokk hérna. Sjáum þetta aftur. Aleinn í hávörðinni. En klárar þetta bara engu að síður. Heiða. Á í uppgjörnu fyrir Káa. Kemur Sladjana. Boltinn hérna tekinn í hávörðinni. Káa-liðið núna með sénsinn. Boltinn á Pálu. Pála! Ekki að segja að hún hafi lesið hárrétt í netið þarna. Jú, það er rétt. Netið verður alltaf, þannig að eins gott að nota það. Sjáuði hvernig þessi bolti skoppar þetta fram og tilbaka á netinu. Og Pála að koma að Káa í 7-5. Við tökum þessu stigi. Já, heldur betur. Ó, bras á þeim og Káa er komið í 8-5 núna. Heiða. Sjáum hérna boltvar að Heiðu. Erfið fyrsta setning. Mikið flott á honum hjá henni. Já, þetta var flott hjá henni. Ó, herðu, Missel er að bjarga þessi bolta. Sladjana á hávörðinni. Já. Gía er að klára þetta í hávörðinni. Sjáuði þetta. En ekki setja hálfstig og hálfstig. Hálft á Jónu og hálft á Gíu. Já. Tók þetta saman. Það er reyndar hárrétt. Það var sanngjarnt. En Egill Þorri Arnarsson, þjálfari, tekur leikhlé fyrir gestina. Staða núna 5-9 eða 9-5 fyrir Káa, 4 stig í röð. Getum við eitthvað rýnt í þetta? Þetta er bara fram og tilbaka og allt í járnum. Þetta er bara akkurat svona þetta er bara fram og tilbaka allt í járnum. Þetta eins og að spilast núna leikurinn, þá er þetta bara hvort liðið er með betri uppgjafir af betri móttöku og nær að spila betur úr því. Já. Lélegur móttaka, hvað ætlar að gera? Algjörlega. En svo finnst þér svona spurning líka, ef að leikurinn ílengist, hvort að Káa-liðið geti kannski meira gert breytingar og aðlagast þegar leikmenn verða þreyttir. En svo reyndar svona á sama tíma þegar leikirnir verða langir og það er allt undir, þá snýst það líka oft bara meira það að halda haustum köldum. Ó, sjáu þið, Gíja fljóta bjarga hana. Og Jóna upp á Pálu. Pála slæði bara létt yfir. Kemur Sladjana setur að langan og dæmt á Heiðu þarna. Já, ég hefði nú látið þetta sleppa sjálfur. Já, Mér finnst þetta nú svona svolítið Þetta er að gráu svæði, sko, en ég veit ekki, bolti kemur á mótinu, hún er að slá höndinu bara eitthvað upp, hún er ekki ít honum upp eða eitthvað svoleiðis. Nei, ég er ekki dómarinn. Nei. Æja. Góð móttaka. Boltinn upp á Gíu. Já. Þarna kom það. Fá fleiri svona stig. Já, við byrjuðum leikinn mikið í þessu, síðan fórum meira að leita að köntunum okkar. En já, þetta hraða uppspil á Gíu er hrikalega öflugt.
og Slatjana ítir hann yfir, Heiða mætt undir, vel gert við Heiðu, kemur Helena með langa bolta, frábær bolti. Milli varnarmannana, erfitt að verjast þessu. Algjörlega. Þetta vel gert hjá stelpunum. Fljótar snúna vörn í sókn og þess að segja, Helena heldur áfram að raða inn stigunum. Pála, hvað endar þessi bolti? Endar yfir og enn á lífi. Slatjana setur hann yfir, þeir fæði fyrir Pálu. Núna séns sem kemur Helena og Helena, nei það bergaði þessu! Vel gert. Og kemur Helena aftur bara af hárninni. Frábær karakter á gestunum hérna, haldur þessu gangandi. Slatjana reynir að lauma og dæmt á KA-lið. Sér rétt net. Hörku rally hér. Þá gerir Álftanes breytingu. Það lús inn og Nera út. Já. Luz Medina. Spilaði gjörsamlega frábælega með KA hér fyrir nokkrum árum síðan. Jóna Margrét tók hins vegar svo við af henni. Heldur betur verið mögnuð. Þessi bolti frá Luz hins vegar í net. Við fögnum þessu. Já, sko, að losna við Luz og uppgjafstöðinni bara mikilvægt. Nú verður að halda Luz inn á vellinum og hún verður sem uppspilari í afturlínu. Simona á það væntanlega að slá eitthvað. Já. Þá þurfa að taka á móti bolta. Sjáum hérna Gía með þessa uppgjöf. Þær eru bara í bölvuðu brasi. Náðu ekki vekja þessu. Eins og Luz, hún var valinn besti leikmaðurinn í bikarúrslitaleiknum 2019 þegar KA vann HK í maður rétt. Það var fyrsti titilinn á KA í bikarnum, kvennamegin. Já. Góð lauma hérna, skynsamt. Já, sjáum þetta vel gett hjá Marísu. Svo það eru 3 sem reyna við að bjarga þessu en boltinn bara virkilega góður frá Marísu. Og bras hérna en Helena situr hann yfir og háður brasi gestamegin og kemur Helena, situr hann á Luz. Michelle laumar, Helena Heiða fyrirgefið mistur hann yfir og það eru fljótar að refsa. Michelle fljóta lesi aðstæður hérna og setur boltan algjör út í horn. Slatjana Smiljanic og kemur Hafnundur en ekki alveg að klára þetta og lauma og já. Helena vissi alveg upp þessu sökinn hérna. Beið óþarlega lengi með hendina. Sjáum við hérna aftur. KA tekur leikli stöðurinn 10-13 fyrir KA. Já, leiklið á KA 13-10. Það bara áfram, bara hörku spenna. Þessi KA var komið með 6 stigum yfir á það, nú komið 3 í röð hjá Álftanesi og Matti tekur leiklið. Já, það bara sveiflur áfram, fram og tilbaka og það svo sem, það líka alveg gaman og að vera eitthvað skemmtilega, það væri bara jafn í alltaf allan tíman. Einmitt. Já. Þetta er svona svipað í bæði fyrstu og annar hreinu að við erum í vandræði með mótgöndana móti Slatjörnu. Þá hefur Álftanes að ná nokkur stigum í röð. Spurning hvort við náum eitthvað að losa stöðuna núna.
Fín hávörn, kemur Helena aftur, sjáu þið vörninni á Slatjunu. Michel setur hann yfir, nú sensin á Káa. Jónar að lauma og blokkana. Og hávörn komið 4 hérna. Ekkert galið hjá Jónu en þær eru bara búin að lesa hana. Og þetta hvað annað skipti í leiknum sem að þær blokka laumu frá Jónu. Já. Gía bergaði henni áðan. Já, báðar í þessari þriðju reynu. Slegið, góð vörn. Já, og það er slegið ekki að setja hann á uppspyrraran. Og þessi er úti, sjáiði hvað hann er köld, Pála del Olmo. Ísköld þarna, láta hann að bolta fara. Úti er hann og Káa aftur 3 stundum yfir. Jóna, Margrét. Góður bolti. Þarna kemur Ásinn. Já. Jóna skora enn einn Ásinn í vetur. Ég segi, það er alveg magna hvað Káa-liðið skoraði marga ása í hverju leik. Og hann Annar! Þvílík uppgjöf hann hjá Jónu. Já, hérna kemur önnur uppgjöfn í röð sem að Jónar skora ásúr. Gía skoraði 3 áðan í röð. Það gerir Jóna. Nei, setur hann út þannig að. Já. Já, kemur boltinn á Helenu og Helena. Frábær Björgvins á Slatjunu. Boltinn er upp á Heiðu þá. Það er Heiða að menna bolta utanlega og skorar. Já. Klálega ánga sem hún var að miða. Já. Allan ef ykkur spyr. Þetta er bara frábær bolti. En ég held reyndar að viðbröðin hjá Heiðu hafi sýnt það að hún var ekki að reyna þetta. Hvað gerist hér? Við hefum alltaf búist að liðsmyndin á þessu bolta. Hikar eitthvað aðeins og... Já. Heldur að miðjan sér á leiðinni og hikar aðeins og... Dýrleit tekur þetta 1 skref og það er oft nóg til þess að trufla mann. Já. Þetta getur verið dýrkeypt. Já. Káa komið í 18-12. Hér þá tekur Altanes leikhlé. Og spurning hvað Egill er að setja upp núna. Já. En þessi, aftur erum við að ná að slíta okkur aðeins frá þeim. Það er, veist, erum við að ná okkur takja á þessu eða er þetta bara eins og við búum að vera allan daginn? Eða? Mér finnst Káa-liðið vera að spila betur núna þegar það er búin að gera leikinn. Já. En Hávörðin áfram góð hjá gestur. Vel geta Heiðu eins og er að lesa hann að báta hárrétt í netinu. Kemur Michel. Sittur hann af Hávörðinni. Helena mætti undir. Kemur. Hrafnhildur ástað með laumu. Lus verst þessu. Kemur Michel. En hvað nú? Net á Hrafnhildi. Ég er alls ekki sammála þessu. Jæja. Ég er ekki að sjá neina snertingu. Veit ekki alveg hvaða net Sigurðan er að sjá alltaf. Þetta er alltaf 3. netdómurinn sem ég bara er ekki alveg að sjá hvað er net. Nei. Spurning hvort að bólurinn eða hárið eða eitthvað sem sveiflast og ég veit það ekki sko. Já, eitthvað er það allavega. En áfram Gakk. Kemur Pála. Já, Slatjana. Það er boltanum upp í loft. Það kemur Jóna á Hrafnhildur. Já, Hrafnhildur. Þetta var alvöru. Þetta var geðveikt.
Þú stoppar Helgi svo glatt. Ó nei, vel gert og Jónu líka þarna og Valdi góð vörn og Valdi sig. Þetta var bara allt frábært. Já. Það var bara allt frábært. Hreint útsagt. Þá gerir Káa breytingu. Auður nokkur Pétursdóttir mætt inn á. En stelpa sem getur sótt úr uppgjöfum. Já. Sjáum hvað Auður gerir. Bolti en þess að mjög góð móttaka kemur Michelle, hörku bolti af hárutinu út og Álftanes ennþá vel inn í þessu. Sjáum hérna stíð hjá Michelle, bara fastur bolti í hárutinu út. Það var langt síðan hún á ákveð hún ætlaði að slá fast. Já. Það sá það bara strax. Já, heyri stemningin í húsinu. Káa í góðri stöðu hér í hrinnu 3, en hann þarf að klára hana. Og ef það er einhver sem getur sótt fyrir gestina þá er það Michelle sem er í uppgjöfu núna. En góð móttaka hjá Valdísi. Þessi handilina. Já. Þessum sé fyrst frá Pálu. Já, lítið þess að segja. Stráko er með gleraugun líka, en hann var með góðar sjónar á þessu. Það er 19-15. Þessi er inni. Vá, hann datt. Já. Það verður nú eiginlega gaman að sjá hvað var konum margir ásar í þessum leik. Já, eins og því miður þá var hérna vesen á tölfræðina. Við erum ekki alveg með á hreinu. Þetta er svo vel gert hjá Valdís. Nú þurfum við að skora helst. Vörðin er svo góð hjá gestunum. Kemur Slatjana, situr hann utalega en Helena búinn að lesa þetta. Kemur Pála. Þröngu stöðu. Já. Slatjana er að lauma. Jóna mætti undir. Kemur boltinn á Pálu. Pála laumar en Lus er þarna réttu stað. Slatjana með fastan bolt og þessi eru inni. Já, hann datt á línuna. En er Slatjana og Michelle að fara fyrir stigaskorun gestana. Sammála Matti og Hanna. Það eru óhrætt við að slá helviti stuðruna. Já. Einmitt svona. Og sjáuði Lus með Dínu. Þarna þekkjum við hana. Hún er auðvitað svo fljót að lesa í völlin og það sér hún að það er galopið hornið og hún skorar hérna. Álftanes kom með 5 stig í röð, minnkar til 19-18. Þetta er galopið fyrir lokakaflann. Já, það komum aðeins tilbaka núna Álftanes-stelpunar. Þær eru bara spilað vel, meðan að Káa-stelpunar eru í smá læði líka núna. Þær eru ekki að þora að slá, þær eru ekkert allt og góðu bolti endilega, en þær hika og eru að lauma beint á leikmenn og eitthvað í staðinn fyrir að láta bara vaða stundum. Þú þarft líka stundum bara að láta vaða og sjá hvað gerist. Sammála því. Og svo eins og segi, við erum búin að nefna Lus mikið á nafn hérna, en ég er bara skíthrættur ef að hún er að fara að finna taktinn sinn. Hún er rosalega fljót að refsa ef þú ert að gleyma þér eitthvað. Kemur Jóna, boltinn upp á Pálu. Pála, en boltinn skoppar af netinu. Kemur Slatjana Smiljanic, en þetta er það fyrir Jónu. Þá kemur Valdís, boltinn upp á Heiðu fyrirgefi. En góð vörn hjá gestunum. Og það er Pála sem slær og Pála skorar! Já. Mikilvægt að hann leiða mikið að jafna. Sjáum hérna boltan upp á Pálu og Pála frumar þessu. Þá gerum við skiptingu sem við könnumst vel við. Amelia inn og Nera einnig.
Sinn er búin að hvíla þessa þriðju hreinu, spurning að hún komi inn að krafti. Já, kemur Sladjana skorar. Gegnum blokkina, Já. slegið. Svona boltinn upp á Sladjanu. Já, þetta bara vel gert hjá henni. Hörku bolti gegn hótuna og minnkar til 20-19. Spennandi algleymingi hér í þriðju hreinu. Og Auður Líf fyrir Álfnesinga. Telur hann með móttökuna Amelia erfiðu bolti á dómaran. Og staðan nú jafn 20-20. Auður þá aftur fyrir gestina. Amelia upp á Pálu. Pála. Auði kemur Sladjana en vel gert hjá Valdísi og sjáu þið Gíu. Já. Hún reis hann að manna hæst. Já, þetta gerði hún virkilega vel og hvernig hún les boltan að fara þarna í erfiða stöðu, hún bara klárar þetta strax. Þetta er bara létt fyrir Gíu og hvar þessi var tæpur að vera ásjá Pálu og þær eru fljótar að refsa þarna. Jafn 21-21 og enn er Sladjana Smiljanic að skora. Missum þarna boltan yfir og fyrir vikið erum við ekki í varnarstöðu. Þau eru klauvar mistök sem við megum ekki gera í þessari stöðu. Það er bara algjörlega þannig. Og talandi það, þá setur Luz boltan núna í net og Káa fær út í stig. 22-21, já hérna hér. Skrifaði skína í fáum uppbækun. Já, það er svolítið svoleiðis. Ekki nema Gíu halda áfram að raðinn Ásunum. Yfir Amelia, velur Nera fastan bolta en það er nóg að verast því og hérna er einhver misskilningur. Pála var nú líklegast með þennan bolta og Sladjana er að skora enn og aftur í jafnvægi 22-22. Já, Sladjana ser utalega en var klálega inni, en Valdíski rétt að taka hann. Þarna þekkjum við Neru. Góður bolti hérna frá Neru Mateljan. Og í kjölfarið er svo skipt aftur tilbaka þeim Neru og Amelíu. Jóna komin inn. Ás núna væri alveg þokkalegu draumur. Já! Hún skilar honum. Sjáu þið Jónu Margréti Arnarsdóttur. Hún dettur hérna af netinu í gólfið og það er enginn fara að redda þessu. Svo labbarinn er miðan hópið og segir rólega, ég er með þetta. Ég meina, hún gerði 2 í röð á hann, hvað gerir hún núna? Það er ná að koma yfir og gott betur, fínboltur á Michelle en Valdís verst þessu. Og Michelle aftur, setur hann langan, Pála eins og er búin að lesa þetta, kemur erfiðu bolti á helinu og Álftanes minnkar þetta aftur í 1. Sjáum þetta. Jóna hefði eitthvað aðeins misskilið hvað hún var. Já. Nú er Dýrleif Hanna mætt aftur inn á. En það var engin mistök verða hjá henni Marísu. En hún setur hann út!
Hún setur hann út og Káa tekur það með þriðju hreinu 25-23. Og leiðir núna 2-1. Þetta alvöru veisla þessi leikur maður. Þetta gífurlega spennandi leikur. En þetta akkurat eins og við viljum hafa úrslitaleikina. Þeir eiga bara akkurat að vera svona. Já, sammála því og ég sé það er nóg eftir þessum leik en mikið óskallega verður þetta mögnu úrslitakeppni sem framöndan maður. Já, það verður algjör veisla held ég. Þessi tvö liðið mitt enda í efstu tveimur sætum í deildina þannig að þau eru sjálfkrafa komin í undanúrslitin. Þannig að þau fá aðeins að anda eftir þennan leik þannig að það er engin ástæða til þess að vera eitthvað að spara sig nú og ég var gjörsamlega að keyra sig út hérna í þessum leik. Nei, en svo náttúrulega alltaf spurningin sko hvort það sé betra að fá þessa pásu eða ekki. Já, það er allt annað mál. Þeir eru svolítið langur tími núna þar til að spila næst leik til dæmis. Já. Þannig að það er ekki alltaf betra. Nei, vissulega. En já, það sem sé efstu 6 liðin fara í úrslitakeppnina. Liðin í 3., 4., 5. og 7. spila í hálfgerðum áttarúrslitum. Þar sem að einmitt Álftanes og Káa eru komin í. Bara spurning hvort þessara liða verður deildarmeistari. Hampar bikarnum á eftir hér í leikslok. Já, og svo náttúrulega Afturhalding hann situr í 3. sæti sem unnu nú Káa-stelpurnar einmitt síðast. Þannig að þetta verður held ég bara hörku barátta frá mörgum liðum og reiknum svo sem alveg með því að Völsungur kom inn. Já, menna Völsungur er náttúrulega búin að vera mjög flottir í vettur og svo finnst við HK bara mikið stígandi þeim. Ég held að þær náðu ekki alveg að sína sitt rétt andlit í bikarúrslitaleiknum svona. Þannig að þá eru búin að nefna 5 lið. Hvaða lið eru að enda í top 6? Þróttur Nes. Já, það ekki Þróttur Nes. Það er líklega held að Þróttur Reykjavík komist ekki. Já, það aðeins erfitt að lesa í stöðuna í krossinum. Það er eiginlega bæðið að horfa á krossin og svo stöðun í deildinni fyrir krossin. Já, einmitt. Þetta er mjög jafnt á öllum tölum hann í neðri krossinum. Já. Og efri líka. Mjög jafnt þar. Væga sagt Afturhalding vissulega búin með sína leiki en þær eru bara stíu eftir Káa Álftanesi fyrir þennan leik. Þannig að sér hvað þetta ótrúlega jafnt milli þessara 3 liða. Ef það 1 stig til viðbótar í deildinni hefði náð því þá gæti það verið að berjast að vera í öðru sæti sko. Já, það er alveg málið. Og það bara og alveg spurning hvort að Blaksamvætti kannski þegar hún komið smá reynsla á þetta crossspil að spili kannski 2-falda umferð í efri crossinu til að fá þá allavega 4 leiki þar. Það eru fleiri leikir í neðri krossinum en það er seinni vandamál. Þetta er loka leikurinn í deildinni. Káa leiðir 2-1 eftir 3 hrinur. Vann síðustu hrinu með minnsta mun. Þannig að þetta er hvergi nærri búið gott fólk. Jóna Margrét Arnarsdóttir fyrir Káa. Hörkubolti. Mjög góð móttaka og það er enginn að verjast þessu. Þetta var alvöru svar frá gestunum. Marisa Punci. Sjáu þetta, það er sko, háorðin er eins langt frá getur verið. Svo sem ekki búin að smassa marga bolta í dag. Það er vissulega. Þessi eins og er út. Þannig að plus mínus gerir 0. Já, það er rétt. Já. Þannig að enda staðan, 1-1. Marisa er allt í öllu hérna í 4 hrinu. Með öll stíðin. Já. Æja, hvar endar þetta? Það er ná að bjarga þessu. Lus setur hann yfir. Og hratt uppspil á Hrafnhildi en Slatjan að vanda. Virkilega góð í afturlínunni. Kemur Nera. Mateljan setur hann í netið. Nei, það fór í hárundina greinilega, fyrirgefið. Mér sýndist að hann farið bara í netið en það hefði ekki verið smá snertingarna líka. Hann er ráðuvalega fyrir átina. Ég er í ruglinu eins og svo oft áður.
Kemur Pála en frábær hávörn hjá þeim og Simona Usic með þessa blokk. Jafnir í 2-2. Og þessi úti. Vá. Það eru ekkert eðlilega kaldar stelpurnar. Þetta er líka svo langt í burtu og hún gefur upp og þú er svo langan tíma til að hugsa að það er einmitt miklu verra. Já. Leðu farin að hugsa þetta ekki, þá ertu konum vandræði, sko. Já, það er akkurat svoleiðis. Æja, Hrafnhildur Ásta. Fít bolti frá henni en móttakan góð og Michelle hennar bolta og enn áttur neta KR núna held ég þetta sé þetta hárrétt. Það sýndist það. Við höfum ekki alltaf verið sammála en ég held að það sé lítið þess að segja. Æja, þetta er nett. 3-3. Og þarna var einhver misskilningur á stelpunum. Ekki alveg viss að hver ætti að taka þriðja bolta. Sjáum þetta bolta frá Jónu og þarna er Gíja og Pála ekki alveg sammála. Hvor ætti að taka hann? En hann sleppur því við sjálf setjum við hennar bolta í netið. Jafnt, 4-4. Æja, Nera. En móttakan góð, kemur Slatjana með frábæran bolta beint á línuna. Já, það virðist lítið að draga af Slatjönu. Svaraði allan að kallinu að skora meira. Heldur betur. Kemur boltinn á Pálu. Pála blokku, frábær blokk hérna hjá Marísu. Sjáum hérna Pála upp en Marísa blokkar á hana. 6-4. Álftanes sér í 4 hreinu. Upp á Pálu aftur. Pála. Þar ná að ferðast þessu. Slatjana yfir og Nera nær ekki að íta boltanum upp hérna. Já, það gengur hreinlega allt upp hjá Slatjönu Smiljanis núna. Dýrleif með hennar bolta og það er brasa á móttökunni á okkur. Og þá tekur Matteo leikli, sjáum þetta aftur hérna. Þetta er ekki alveg það sem við viljum sjá hjá stelpunum. Og Álftanes er 8-4 yfir eftir að skora hana 4 stig í röð. Hvað segir Birkir svona, ég segi áfram svona bylgjur í þessu eða sveiflur í þessu en svona. Já, svona svolítið eins og KR-liðið sé ekki alveg mætt til leiks. Það er bara einhvern veginn, þær eru ekki alveg til staðar þarna, það vantar svona á svona baráttu andaði eins og segir, klísvílegt sko. Já, vissulega, en alveg sammála, þær hafa samt verið að skora stigin fyrir okkur í þessari 4. hreinu. Það vantar svona aðeins bit í sóknarleikinn okkur. Þá kemur Jóna Margrét bara með svarið. Já. Leikir fyrir Jónu. Jóna er búin að skora mikið í þessum leik. Pála fyrir Káa.
upp á Gíu, háutin svo góð hjá Marisu og reynir hún lausa lauma, frábær varnarleikur á Simónu þarna og háutin góð og Helena nær að íta þessa bolta yfir og þarna Nera er ekki alveg að sterta þennan. Það eru þessi litlu atriði sem eru ekki alveg að klikka hjá KA-stelpunum núna. Já. Svona fingurslag yfir sem lendi í jörðina og já. Fast smass þarna frá Neru en blokkinn tekur hana og fer aftur Neru út. Og þá gerir KA breytingu. Fer Neru út af og Heiða kemur inn á í staðinn. KA aðeins að reyna að breyta til. Nera hefur ekki alveg fundið sig. Já, þessi var alveg á tæpasta vaði. Línuvörður segir úti og dómarinn segir úti og Já, KA, það stíð. Úti var hún. Já, ég var aðeins upptekinn en ég næði ekki endursyngrunni. Jæja, Gía. Sjáðu Hrafnhildi og vel gert, góð vörn. bara gert. Nú kemur KA-lið aftur. Helena en Áfram verjaður. Hörð hérna og sjáu þig Jónu í hárninni. Svo þarna verður að vera með meiri talandi. Þetta er klaufastig að fá á sig. Sjáum hérna Jóna gerir vel hérna og aftur hér en þá bakka allar frá í bolta 2 og fyrir vikið verður ansi erfiður 11-6 fyrir Álftanes. Slatjana á Pálu kemur Hrafnhildur Ásta. Vel gert og eins og við náum að losa líka Slatjunu úr uppgjafstöðinni. Við höfum verið í vandræðum með hana. Við sjáum bara viljan í Hrafnhildi. Hún ætla að koma sem bolti gegn hann. Hrafnhildur búin að spila mjög vel. Og hérna er Jóna að skora ás. Eins og ég Ása drottningin er svo mikið réttandi á svo stelpu sko. Og með rosalega góðar uppgjafir. Kemur hann aftur og hérna á að setja boltan yfir. Nú eins og þurfum við að nýta okkur það. Boltinn upp á Heiðu. Heiða, sjá hann dettur hérna í gólfið. Við sjáum að þær eru að reyna að ná okkur út takt með að setja boltan á Jónu en Valdís má eiga það, hún getur vel spilað upp líka. Já, hún er fann að sína það, hún getur spilað upp með fingurslagi bakka er aftur og bakka og áfram og já. Þessi verður út og Álftanes leiðir þá 12-9. Gleymum því ekki að Álftanes verður að vinna sér hreinu til þess að halda sér á lífi hérna. Þannig að það er svona smá press á þig núna. Röng uppstilling hjá Álftanesi og Luz Medina fljóta að byggðist afsökunar þessu. Já, ég er mistuna, ég var alveg að þessu. Já. Hvort það hefur skipt og snemma eða hún hefur staðið vitlaust, ég veit það ekki. Sá það ekki. Hún var allavega ansi fljóta að taka þetta á sig. Dýrleif en við náum að verðast þessu kemur Pála með hörkubolta, Slatjana verðast þessu, kemur Michelle hinum megin en Pála með vörnina, kemur boltinn á Helenu afturlínu og Helena bombar þessi í gólfið. Já. Frábærlega gert hjá stelpurum. Hjá báðum liðurunni bara hörku rally en sóknarhuginn á KA er að sína sig núna. Þetta er nákvæmlega málið, við þurfum að halda bara þóra að sækja. Já, þetta er bara
sem okkur er búin að vanda svolítið núna. Já, Það er svo stuttur. það er svo stuttur. En einmitt þetta, að spila bolta í pæp, boltinn er góður, spila ekki alltaf bara miðurnar, að bara á kantana og nota pæpi líka og hreyfa þessi blokkinni og Já, við erum bara að halda því áfram. algjörlega. Svo ég segi, alltaf sér að spila hörku vörn og þess að endanum mun þessi bolta frá okkur fara í gólfið. Við þurfum bara að halda svona bomba. Dýrlega blokkuð, en fljóta bjarga, kemur Michelle hinum megin. Því boltan og þetta nú vel Valdís og Páll setur henni yfir. Nú er séns á gestunum, kemur Michelle og reynir að lauma. Valdís mætt undir, Jóna fyrirgefi, kemur Valdís og bolti frá Jónu og sjáðu Hún er þessu! pönnukaka dauðans. Og já, þetta er bara áfram. Kemur Heiða blokkuð og þetta var mikilvægt stig hjá gestunum. Þetta var hárrétt. Þessi bolti var löglegur hjá gestunum áðan. Bara frábær pönnukaka. Það lítið hann að segja við því. Já, ég gæti ekki sér betur hún að náða honum. Já. Góð móttaka af Valdísi. Já, góð vörn. Michelle vinna bolta, kemur Pála til Olmo, Pála af hárninni og kemur lauman frá Lus, en Valdís búinn að lesa þetta, kemur langur bolti frá Pálu. Þessi er inni. Já. Það eru frábær rally í gangi núna. Það þarf einhver svona klókindi eins og frá Pálu þarna að þessi bolti er algjörlega út í horninu maður. En því líka varnir sem við erum búin að sjá í þessum leik hérna. Heldur betur. Hrafnhildur með bolta. Hann er inni! Já. Hrafnhildur Ás er að skora hér 13 stig KA í hreinunni. Búin að bíða lengi eftir þessu. Ég fæ ekki oft að segja hann en ég nýti tækifæri. 14-13. Hrafnhildur með hérna bolta, Slatsjana, fína móttöku með Michelle og Michelle, og búin að vera eitthvað svona að reyna að smassa eitthvað í gólfa og eitthvað svona, svo núna er bara fast í Hávörn. Blokkina aðeins og seinna þarna. 15-13, þetta stefnir í svakalegan loka sprett hér í fjórðu hrinu. Jóna upp á Heiða af hárninni og sénsi núna hjá gestunum og Slatsjana blokkuð. Kemur Slatsjana aftur bara léttan yfir, kemur Pála til Olmo. Sáist staðstönding hjá Slatsjönum Smiljanic. Michelle með afturlínu smass en góð vörn. Kemur Heiða með frábæra bolta og klárar þetta. Þú sér það er alltaf svona smass með 4 eða 5 sem að skorar í hverju sókn. Já. Það verja mikið og erum bara að fara ábæðan blagleik hérna. Algjörlega. Dýrlega blokkuð og sjáuði Pálu til Olmo. Pála bara blokkað alveg freka mikið í dag. Þetta er virkilega skynsamt hjá þeim hérna. Það eru bara 2 sóknarmenn frammi. Pála kantur tekur miðjuna og þá getur miðjan okkur í að bara fætt sig yfir á kantinn sem er að fá alla boltana. Einmitt. Og þetta er þetta er svona vel gert hjá þeim og Dýrleif Hanna klárar þetta endanum. Sér að hún bara sendir boltan rakleiðis í gólfið og Álftanesna er að halda í frumkvæðið en KA-liðið er aðeins að ógna núna. Ég er svo sem alveg sammála bæði Gíu og Matti Hanna fyrst að hann dæmdi nú moka og Heiðu á hann og þetta er alveg getur mok líka. Já, það var klálega aldrei mok hérna á Já. Gert Pála. Ég er líka gaf af Pálu að sama hvað gerist af vellinum.
hún pælir ekkert í því. Hún heldur bara áfram að spila sinn leik og svo bara, veist, hún er alltaf ísköld með hausinn í lagi. Hún sér hann aldrei missa sig. Það allan ekki oft. Herðu, þetta var björgun í lagi hjá Luz. En nú sensin okkur og Hávardin fín. Kemur Pála. Fín bolti, fín vörn að vanda. Slatjana Smiljani, setur hann langan, setur hann út. Þetta snúast, Káa í vil núna. Sjáum hérna frábær vörn, svo kemur Slatjana, setur hann of utalega. Og þá tekur Egill Þorri leikhlé fyrir Álftanes. Káa 8 stigum frá því að klára þessi hreinu. Já, þær eru konar með 6 putta allavega á byggarinn. En það Álftanesið ætlar að vera að reyna að plokka puttan af. Algjörlega. Þetta eins og sé, búið að algjörlega frábær leikur og eins og sé, þetta búið að vera að sveiflast fram og tilbaka. En þó að Káa-lið sé með fína kafla núna, skulum við alls ekki bara afskrifa gestina. Nei, það er bara búin að berjast gífurlega mikið fyrir þessu og það er bara með barðunum sem búin að vera það er jafn mikið skilið og Káa sko, það er bara alveg svoleiðis. Bara algjörlega og eins og ég segi, það verður algjörlega frábært að fylgjast með þessu liði í úrslitakeppninni. Og alveg klárt mál að bæði þessi lið ætla sér alla leið. Setur Pála boltan í net og aftur það jafnt, 17-17. Talandi það missa aldrei haus, hann blóta hún á sjálfum sér held ég rækilega. Þetta kom mér líka mjög spánskt fyrir sjónir. Jónas sækir hennar bolta og Helena setur hann yfir, tæpur var hann, kemur boltin aftur á Helenu og Helena með hörku bolta þennan á að verðast þessu með sér afturlínu smas og sjáu þið vörninni hjá Pálu til Olmó og Helena sem er boltan yfir, nú eru bæðið að sækja fullu gasi. Hávardin fín þarna hjá Gíu og boltin upp á Helenu og Helena. Já, þetta er lítið sagt í þessu. En því líkur leikur sem við erum með þetta núna. Þetta var, ansi mikið net. Það er allt í járnum hérna núna. Þetta er algjörlega magnaður leikur. Kemur Gíja Guðnadóttir. Verðast þessu, kemur boltinn upp á Slatjana, Slatjana er að klók en setur hann út eða hvað? Nei, línuvörðurinn verður hann úti en aðaldómarinn setur hann sig inni. Við sjáum þetta mjög takmarka hér. Ég veit ekki, mér fannst hann einhvern veginn vera úr leiðin út en... Já, við sjáum þetta ekki alveg nógu vel þegar Helena sendur í akkurat sem boltinn dettur. En dómarinn er í mjög góðan stað til að sjá þetta. Já! Helena bara fljóta að svara. Sjáum hérna stutt og lag og sótt, boltinn bara upp á Helenu og Helena bombar þessu. Það er enginn að fara að stýra þessum bolt eitthvað. 19-18. Kemur Jóna. Þá klikkar Jóna Margrét. Staðan núna jafn 19-19 og þá er tvöföld skipting hjá gestunum. Heiðrún Ómarsdóttir fyrir í uppgjafastöðuna. Já, Egill kaldur að breyta til núna. Kemur boltinn á Helenu, fín vörn á Luz. Michelle setur hann yfir, þægilt fyrir Pálu, kemur Heiða með hörkubolta, setur hann yfir og þarna vantar einhvern að bjarga boltanum eftir að Pála reynda að verðast þessu. Álftanes komið yfir. Kýla helvitis boltan upp. Já, sem að Hrafnhildur ætlaði að reyna að sparka eitthvað en var kannski ekki alveg stöðu til þess að ná því. Já. Hún er fljóta að svara fyrir það.
Sér samt bara, sko, þegar við náum þessari góðu móttöku þá erum við svo fljóta að refsa bara strax. Staðan var 20-20 núna. Fín háta Hrafnhildi. Já. Setur hann einfallega út. Takk fyrir þetta. Hálf klaufalegt hjá henni þarna. Ég held ekki að ef þessi bolta hefur verið inni held ég að Valdi sér alltaf að ná honum, að það var held ég ekki alveg nóg klókt. 21-20, Káa strax aftur komið með forystuna. Vel gert hjá Helínu. Boltinn upp á Pálu. Pála slæðir þetta en Slatjana bjargar þessu. Kemur Michelle þessi bolti út. Já. Sjáum enn og aftur fínt varnarleikur en svo kemur þessi bolti frá Michelle aðeins og sneiðar hann ómikið. Þetta var svona hálf sneiðarlegt hjá henni. Sneiðarlegt. Ætlaði svona að reyna að línan alveg lokuð, ætlaði að reyna að sækja smá snertingu, einhvers staðar á leiðinu út. Já. Svo það líka, ef hún hefur bara aðeins minni kraft inn að bolta, það var alltaf bara klálega dottið í gólfið, það var alltaf enginn upp í netið hérna svona utalega. Nei, erfitt að verjast honum hérna, ef hann dettur niður. En þetta heldur áfram, æsi spennandi. Þetta er úrslitaleikur sem við vildum. Já, bara algjörlega. Ég sko, auðvitað væri gaman að fá óttarinn en bara sem káamaður og vil ég þess bara klára þetta núna. Já, bara strax helst. Já. Það er alveg mögnuð helgi hjá okkur, káamanum. Já, reynir að lauma en þessi bolti var ekki alveg á fastur en Jóna náði að lesa þetta og svo kemur Heiða Elísabet með neglu hérna. Takk fyrir Pent. Það verður svolítið dýrt þarna fyrst að lauma gekk ekki upp, þá fáum við hörku séns þarna. Helena aftur. Þessi! Mér fannst hann sleikjast línuna. Rosa nálagt. En ég held hann að vera úti. Já, líklega er þetta rétt. 23-21 núna. Michelle. Traini fyrir Álftanes. Og það er röng uppstilling hjá Álftanesi. Það skiptir svo ekki málið, boltinn fór kortið í netið. En Káa fær stigið. En þær geta svona lítið sagt við þess að því að boltinn fór kortið í net. Já, þá þýðir það að það voru rangri uppstillingu áðan í móttöku líka. Hvað er þessi? Hvað gera þeir félagar úr þessu? Æjá. 24-21 og er Álftanes eins og er heldur betur með bakið upp við vegg. Þurfa 3 stig í röð til að knýja fram upphækkun, annars er Káa búið að klára þetta. Stúkar ekki alveg í takt. Það er svo það er. Jæja. Káa. En eins og segir, það eru 3 titlar í húfi fyrir Káa helgina. Það er þessi titill sem við erum að berast hér núna. Þór Káa er að berast Lengjubikarinn kl. 4 í dag á Stöð 2 Sport. Og morgun á Greiðavellinum er Káa Valur úrslitum Lengjubikars kalla í fótbolta. Þannig að vonandi kemur fyrsti bikarinn af þessum 3 í dag. Sjá, fín móttaka hjá gestunum. Hörku bolti, skrúast á netinu í gólfið. Þær eru ennþá á lífi. Þetta var vel gert hjá Nehiru Sahirovic.
Sjáum hérna, við slæði boltan í netið og hann snýst af yfir og Matteo tekur leikhlé. Káa tekur leikhlé 24-22 fyrir Káa. Já, hvað myndirðu gera í stöðu Álftanes núna? Það er með uppgjöfina, með klikka, en heldur að það sé samt að fara að sækja, það kemur bara örugg uppgjöf, þú veist, sóttalíka Káa er það öflug. Ég held þú verður alltaf að sækja eitthvað aðeins, en það er spurning hvort þú reynir að taka stuttan á kantinn sem við frammi eða eitthvað hreyfa aðeins við þeim, bara til að vonast til að fækka í sóknarleiknum aðeins. Já. En ég er bara erfitt í þessar stöðu sem við erum núna og það þurfa bara að reyna að sækja, sko. Já. Bara fasta uppgjöf og reyna. Já, gefur Michel. Boltinn er upp á Heiðu. Heiða setur hann langan og Heiða! Þetta er búið! Heiða Elísabet er að klára þetta fyrir Káa. Káa er deildarmeistari kvenna árið 2023. 5. skiptið sem Káa er deildarmeistari kvenna í blaki. Eins ánæður og ég með þetta að klárast, þá er samt þetta stig er svo á móti því sem leikurinn var. Þetta bara sýnir svo ekki frá því hvernig leikurinn var, bara þvílík barátta og varnar í allar áttir. Það er eiginlega sorglegt að enda þetta svona. Já, sammála því og sérstaklega segja, vörnin í Álftanes er búin að vera algjörlega frábær. En ég segi frábær leikur að baki en er svona hafði það svona aðeins á tilfinningu að Káa-liðið væri svona fleiri svona lausnir þegar þau lendu í vandræðum. Já, og Álftanes náttúrulega stólaði svolítið bara á, hvað getum sagt, einstaklingsframtök í þessum leik og það var að heppnast, það voru svo, hún kemur Zlatian er að spila fullkomnanleik eiginlega. Hún er að verja þvílíkt mikið þarna, hver ein og einasta. Líbero er að verja fullt af boltum sem kannski ekki búin að gera allan vetur. Michelle er búin að spila rosa vel, er að sækja fullt af stigum, er að ógna ógeðslega mikið. Og svo endar það með því að núna miðjurnar fara að skora eitthvað líka hjá þeim. Þetta er þeirra fullkomni leikur eiginlega. En það sýnir það kannski styrkin líka hjá Káa að þó að þær voru lendi í því að spila ekkert alltaf góðan leik alltaf, að þá samt er það með yfirhöndina einn alla leikin. Þannig. Já, svo líka eins og það er kannski eins og Káa virðist hafa svona viss svör á móti Álftanesi. Þetta er alltaf fjórði leikurinn hjá liðunum í vetur. Káa vinna á alla. Það er spurning hvort að henda allir afturlending okkur verður heldur Álftanesi. En við skulum alltaf bara leyfa stelpurum að eiga augnablikið núna. Gíja fær hérna deildarmeistara titilinn í hendurnar. Sýnist Gíja og Jóna ætla að gifta honum saman. Já, ég held að þessa myndingu var heilt eftir byggar að fara á loft. Sýnist að vera að bíða eftir Pálu, hún er kannski hoppað að pissa. Já, ég er kannski bara að sinna barninu sinu. Já, 2 mánaða gamla barninu sinu. Já, við bíðum fyrir því, við bíðum alveg eftir því, sko. Já, ef það er einhver sem á það skilja þessi bíð eftir, þá er það Pála til Olmó. Það fer ekkert byggar á loft á þess að Pála sé á svæðinu. Nei. Það hefur svolítið verið þannig í blakkinu frá því að hún kom til Íslands. Já, það er að vera nokkrir í kringum hana. Já, og alltaf í gulum búning. Alltaf í gulum búning, bara misjaflega gulum. Þarna komaði báða tvær. Já, þetta þarf alltaf að vera
Þetta nú, það þarf alltaf að vera rétt. Deildarmeistara 2023, KA. Já, deildarmeistarar annað árið í röð KA. Bikarmeistarar annað árið í röð líka. Það voru bara spurning hvort það verði Íslandsmeistarar líka annað árið í röð stelpurnar. Já, ég held bara eins og núna, það eru bara fullkomlega skilið. Það eru búin að spila vel í allan vetur og gleymið þið ekki líka bara hvernig við höfum verið að spila, sko, Thea Andrits fór alltaf hún var okkar aðalskorari fyrra, Pála er alltaf ólétt framan af vetri og í staðinn þá kemur Helena aftur, Heiða kemur inn í liðið, það er svolítið breytingar á kannski svona kjartanum okkar en enga síður erum við búin að vera gjörsamlega frábærar í vetur og fljótar eiginlega að finna lausnir hvernig við höldum bara áfram að vera á sigurbraut. Já, klárlega, það var náttúrulega mikill missir fyrir okkur að missa Theu, stórkostlegur leikmaður. Algjörlega. Og eins með Pálu fyrirhluta tímabils að vera ekki með hana. En svo bara við fáum inn í staðinn, við fáum Heiðu inn í staðinn og svo kemur Gíja aftur og það er bara einhvern veginn alltaf smella saman og bara liðsheildin mjög góð og það skila sér í titlum. Já, það er bara algjörlega þannig. Og eins og verður spennandi að sjá hvernig það verður í úrslitakeppninni. En já, Birkir, held ég við höfum að setja gott. Já, eins og segi bara takk hérlega fyrir aðstofan í dag, Birkir. Þetta var eins og segi bara hörkuleikur, hefði kannski verið gaman að fá oddahrinuna en svona fyrir okkur KA-menn alltaf bara fínt að klára þetta. Ég hef ekki sem ég þolað mikið meira. En það bara sjáumst við aftur í úrslitunum fyrir Íslandsmeistaratitilinn. Já, þetta byrja alltaf hjá ykkur köllunum, þið farið í þessi hálfgerðu 8. úrslit. Já. Og hvað, þið byrjið fyrir 12. já. Ég veit ekki móti hverju með þá. Nei, já, nærkrossin er ekki búinn, þannig að það kemur í ljós, en þetta verður bara spennandi að sjá, blakveisla framundan og já, það er alltaf að gerast hjá okkur. Alltaf gerast, fótboltinn að byrja og það er bara... Já, og einmitt nýtið tækifæri minnum á að Þór KA er að spila úrslitaleiki Lengjubika kvenna klukkan 4 á Samsung-vellinum á Stöð 2 Sport, svo á morgun hérna klukkan 4 á Greiðavellinum. Þar er KA Valur úrslitaleikur Lengjubikans karla. Þannig að það er komið 1 bikar af 3 helgina. Þá bara tökum við alla 3. Ekki spurning. Segjum bara áfram KA. Heldur betur áfram KA og við takkum fyrir áhorfið. Bless. Bye.